Rannsóknin snýst reynslu fólks að það flytji minni bæjarfélög á Íslandi og við beinum sjónum fyrst og fremst að stöðum sem eru utan höfuðborgarsvæðisins og þá að reynslu bæði aðfluttra frá erlendis frá og Íslendinga. En sjónunum eiginlega meira beint að innflytjendum heldur en Íslendingum. Það svona fókusun meira á það og þaðan sem okkar rannsóknir koma uppaflega meðal innflytjenda þannig fengum við áhuga á þessu. Við náttúrulega fórum vegna þess að við hefum allar, bæði við tvær og Pamela inni sem með okkur í rannsókninni, allar verið að skoða ólíkar hliðar reynslu þeirra sem hafa flutt til Íslands og því að búa í Íslandi. Við hefum verið svolítið mikið að skoða vinnumarkaðinn og síðan að Pamela hefði fyrst og fremst að beina sjónum að íslenskunámi. En okkur fannst einhvern veginn svo mikið af rannsóknum alþjóðlega sem snúa því að flytja til borga, en í auknum mæli hefur sjónum verið beint að minni svæðum eða svona dreifbýli eða minni stöðum og landsbyggðunum. Þannig að okkur fannst það vera margar áhugaverðar spurningar í tengslu við það, þannig að við ákváðum að beina sjónum eingöngu að því. Við notum mannfræðilegar aðferðir sem þýðir við lengra tíma á hverjum stað, svona 3 mánuði á hverjum svæði og við búum þar, við reynum fylgjast með hvað gerist í samfélagi og taka þátt í viðburðir, taka viðtalið við fólki. Við erum búin núna með 300 viðtalið frá allt þessum staðum sem svolítið stór gögn, en líka mjög áhugavert. Já, þetta náttúrulega mikilvægt vegna þess að það var gífurlega mikla breytingar á Íslandi á síðustu árum með auknum fjölda innflytjenda og mikið af þeim hefur einmitt verið að flytja til minni byggða á landinu. Þegar fólk var að koma hingað kring 1990 og fór að fjölga innflytjendum á Íslandi, þá fóruðu fyrst og fremst að koma til að vinna í fiski og síðan fóruðu að vinna í öðrum störfum. Þannig að landsbyggðin hafa lengi verið mikilvægar og auðvitað fyrir þann tíma var fólk að flytja árstíðarbundið milli staða til að vinna í fiski að fara að vertíð. En núna hefur orðið gífurleg breyting og flestir staðirnir sem við fórum til eru með lágmark 9% og upp í 50% íbúa sem fæddir erlendis. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að skoða reynslu þeirra og líka skoða reynslu þessara samfélaga sem að taka á móti nýju fólki og hvað breytingar þurfa að eiga sér stað, til dæmis í þjónustu og við íbúa sem tala kannski ekki allir íslensku, til dæmis varðandi íslenskunám og varðandi bara hvernig maður getur veitt þjónustu meðan fólk kann ekki ennþá íslensku.